daginn og ég er með á föstudagsfund hérna hjá okkur. Það þetta Ragnar Hafsson businesses sem ætlar að segja þess frá verkja. Þannig að ég svo vel. Góðan dag. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá rannsókn sem að Gunnar Sambjörnsson gerði í meistaraverkefni sitt við Háskólann á Akureyri. Og Þorvaldur Ingvarsson og ég við leiðbindunum yfir þetta. Og Þorvaldur var eiginlega aðalleiðbindinn hans. En af því hvorugur þeirra hérna í dag, þá bað Arna mig að segja frá þessari rannsókn. Og þetta sem sagt greinin okkar birtist bara núna í byrjun árs í Læknablaðinu. En það sem sagt þetta bakgrunnur þessarar rannsóknar liggur í bakinu. Það eru svo rosalega margir með illt í bakinu á einhvern tímann yfir lífsleiðina. Má ég sjá hvað eru margir hérna inni sem hefur aldrei verið illt í bakinu? Já, það er einn. Það er nefnilega Já, en þetta er sem sagt vandamál í nútímanum og þessu fylgir mikill kostnaður og þetta er ekki bara landlægur óþverri heldur, þetta er náttúrulega allan heim og það var gert stór þversniðsrannsókn hérna á Íslandi á vegum Lýðheilsustöðvar 2007 þegar fólk var spurt hvort það væri með króníska verki í baki, hvort það væri með verki núna og það var yfir 60% svörun í þessari rannsókn og það voru 16% sem voru þá með verki í mjóhrygg. Og þetta er svona alveg frábærlega, sést vel út í sal. En þetta er bara að það kom út hérna stór rannsókn eins og þeir gera reglulega hana. Það sem að horfa á heilsu heimsins og þessi frá 2015 og Ísland hérna. Og þetta sem sagt, það er algengasta ástæðan fyrir years with disability eða það vera. Og hérna það er sem sagt back pain stendur hérna, neck pain er næst hjá okkur og svo diabetes og svo framvegis. Og það er talið að stór hluti af bakverkjum að ákveðin hluti af bakverkjum verði langvinnur. Það er náttúrulega ofsalega algengt að fólk fái í bakið en langflestum batnar innan 6 vikna. Þetta með langvind er svolítið vandamál út af fyrir sig af því það er engin ein ákveðin samhljómur, ekki neitt ákveðin samhljómur í veröldinni hvað er langvind, hvenær eitthvað orðið langvind. En það er talið að ef fólki batnar innan 6 vikna þá eigi það alveg augljóslega að teljast brátt. Frá 6 upp í 3 mánuði þá er svona misjafnt hvað fólk segir. Margir segja að ef þeim ekki batnað innan 6 vikna þá sé þetta að verða langvind. Það er talað interim þarna og 3 mánuðir meira sé örugglega langvind. Þannig að það eru svo mörg vandamál í þessu samhengi. Fólk er ekki sammála hvað er bati og fólk er ekki sammála hvað er langvind og þetta flókna vandamál það verður ekki minna flókið á öllum þessum mismunandi skilgreiningum. Og það sem að er bagalegt náttúrulega við alla þessa bakverki og er talið gera meðferð erfiðari, það er að það er oftast ekki hægt að sjá neina ákveðna orsök fyrir þessum langdryggjaverkjum. Fólk fær í bakið og maður veit ekki alveg alltaf hvers vegna. En það er talið að mjög oft sé þetta ryggþóanum að kenna, eitthvað vandamál tengt honum. Og sem sagt meðferðin er erfið, ómarkviss oft og kannski út af því orsökin er ekki skýr. Og það er náttúrulega talið að þetta liggja miklu leyti í lifnaðarháttunum okkar en þannig að við erum að reyna að kenna fólki að hreyfa sig og vera með svolítið sterkara bak og þola betur á leið að því að standa uppréttur.
þetta er flókið. Og greiningin á þessum vanda hefur náttúrulega verið fyrst og fremst klínísk skoðun. Saga, hvað hefur komið fyrir, hvað varst að gera þegar þú fyrst stillt í bakið og að gera þar á undan, eða ekki að gera. Og skoðunin, hvað sér læknirinn við skoðun og hvað finnur hann. Og svo eru með sértæk próf sem eru notuð það við þessu skoðun. Og í sambandi við þetta þá hafa ýmist taugarótareinkenni og jákvætt LASIK-próf. Ef það fer saman að þá er þetta talið benda til brjóskloss. Nú, af því að þetta er svo erfitt að greina þetta samt sem áður með klínísku skoðuninni, að þá voru náttúrulega hafa miklar væntingar og vonir verið bundnar við nýja tækni þegar hún kemur fram, eins og segulómunina sem að þessi rannsókn snerist og það hefur náttúrulega verið notaðar aðrar myndgreiningar til þess að til dæmis bara að sjá hvort það er brot og annað. Og segulómunin er talin góð vegna þess að þar verður fólk ekki fyrir geislun og svo sér maður svo margt í segulómunina. Að það er hægt að skoða alls konar mjúkvæði þar miklu nákvæmari en í annarri en til dæmis í venjulegri röntgen. Það gerir það líka verkum að þessar myndir verða mjög flóknar og það er flókin úrlestur úr þeim. Og það sést svo margt. Og svo er það þetta sem var svona svolítið svekk þegar það fór að nota þetta meira. Það er að það kemur í ljós að þó við getum með segulómunni fengið þarna innsýn í bakið á alveg rosalega góðan hátt, séð allt mögulegt, að þá eru margar rannsóknir sem sýna það að það er mjög lítið samræmi oft á milli einkennanna sem fólki er með og hvað sést á segulómmyndinni. Og þegar það er verið að fara svona yfir þetta og gera rannsóknir og því sérstaklega sem margir hafa gert, að þá er oft ekki mikill munur á því hvað sést á segulómmynd hjá þeim sem eru ekki með nein einkenni og þeim sem eru enn með illt í bakinu. Og svo eru náttúrulega til klínískar leiðbeiningar þetta. Það eru til margar klínískar leiðbeiningar í heiminum hvernig maður er að nota segulómun eða myndgreiningu við hryggvandamálum. Og þeir eru mjög stífir á því að maður er aldrei að nota þetta innan 6 vikna. Nema sagan gefur til kynna að geti verið brot að ræða eða það séu sterkar líkur eða mikill grunur að geti verið krabbamein eða meðmur. Og svo eru líka til rannsóknir á því að sýna að ef maður notar segulómun mikið, að þá aukast mikið líkurnar á ónauðsynlegum aðgerðum, alls konar sprautumeðferðum og jafnvel uppskurðum með tilheyrandi umstangi og kostnaði, bæði fyrir samfélagið og einstaklingin. Og það er svolítið svona eins og stundum sem færi þá að meðhöndla myndina meira en kannski einstaklingin. En það er sama hvað tautar og raular, að við viljum alltaf nota nýja tækni. Þetta er möguleiki. Vonast þessum að gefa okkur upp á meira og bara alveg eins og fyrir ekkert voðalega mörgum árum þá þurfti enginn að eiga dróna, allir gátu komist af án hans. Nú er alveg bara annarkoð maður að kaupa sér dróna og þegar það kemur einhver ný tækni þá er hún notuð og hún er notuð í auknum mæli og erlendar rannsóknir hafa sýnt mjög vaxandi notkun á segulómun við greiningu lendhryggjarverkja. Jafnvel þótt fólk gruni ekkert illt. Og það hefur verið hægt að gera segulómun á Íslandi frá 1992 og hérna á Akureyri frá 2004 ef að heimildir mínar eru réttar. Ekki myndgreiningardeildin hérna? Já. Og það hefur aldrei verið athugað hvernig við notum þetta hérna á Íslandi. Þannig að Gunnar langaði til þess að athuga svolítið hvernig þetta væri notað hérna á Akureyri. Og svo markmið rannsóknanna voru að kanna notkun segulómunar á myndgreiningardeildinni hjá okkur út af lendhryggjarvandamálum. Og svo að reyna að sjá hvort að hægt er að
athuga þá sambandi milli hins klíníska mats læknis sem kemur fram á beiðni segulómsskoðun og niðurstöðu úr myndgreiningunni og sérstaklega þá með tilliti til brjóskloss sem svo algengur vandi. Og svo var líka athuga hvort að niðurstaða segulómunarinnar virtist hafa einhver áhrif á meðferð. Gerði hún það verkum að meðferð gat orðið markvissari til dæmis. Gátum við séð einhver teikn á það. Þetta var afturskekking lýsandi rannsókn og þátttakendur voru allir Akureyringar 18 ára eldri sem fóru hérna í segulómun árið 2009 frá 1. janúar til 31. des. Og það fengst leyfi til að safna gögnum hérna í sjúkraskrám SAKK og fékk allar beiðnirnar frá myndgreiningardeildinni og niðurstöðuna líka og það var mjög góð samvinna við myndgreiningardeildina í þessu. Og svo var leitanir á hag og í þessar sjúkraskýrslur til þess að sjá hvaða meðferðarúrræðum hefði verið beitt og meðal annars var athuga líka hvort við gátum séð 12 mánuðum eftir segulómunina, 1 ár eftir, hvort fólk virtist fara batnandi eða ekki. Og þetta voru 159 manns sem fóru í segulómun út af Lendavík hérna og bjuggu á Akureyri þetta ár. Það voru heldur fleiri konur en kallar og meðalaldurinn var miðaldra, 50,8 ár, en náttúrulega alveg spann frá 18 til 88 ára. Og það voru flestir sem voru búin að vera með einkenni lengur en 6 vikur og svo voru þarna nokkrir sem voru búin að vera með einkenni skemur. Og hún eitthvað skólast til hérna í þessum prósentutölum. Afsakið, það mér að kenna. En hérna hjá mörgum þá kom lengd einkennasögu ekki fram á beiðni eða hjá næstu þriðjungi. Þannig að það svona þegar maður vinnur með afturskiptgögn þá kemur ekki alltaf allt fram sem maður langar til að sjá. Og upplýsingar á beiðni voru náttúrulega mjög misjafnar. Á sumum beiðnum voru miklar upplýsingar einkenni og lengd einkenna og niðurstöðu prófa. Á öðrum beiðnum var mjög lítið skrifað, en það voru mjög margar mismunandi samþættingar af einkennum sem voru komið fram á beiðnum. Og þetta eru svona helstu einkennin. Það var náttúrulega langalgengast að það væri verkur niður í fót eða verkur í baki eða hvort tveggja. Þess að brjóstakirtlarnir hérna eru hærri heldur en 100% vegna þess að það var fólk gat náttúrulega verið með fleira en eitt af þessu jákvætt. Og svo við tókum saman hérna algengustu samsetningarnar af þegar það kom fram annaðhvort verkur í fót eða verkur í baki. Að það sést líka að það tvennt fari saman eða við helmingi tilfella og svo verkur niður í fót og húðgereinkenni eftir ákveðin húðgerarmunstri, dermatómi og svo framvegis að þetta eru allt frekar, þetta eru þessi algengustu samsetningar af þessu. Það var heilmikið púsl fyrir Gunnar að lesa úr þessu öllu og búa til skrá niður öll þessi einkenni og svo fyrir okkur að reyna átta okkur á því hvað var algengast að fá þetta saman. Og svo var það þá hvað læknir grunaði að væri hvaða meinafræði að hann hélt þetta væri og spurði þá á beiðninni að það var lang oftast brjóskloss og svo voru það mænuþrengsl og rótarþrengingar og slitgeflingar og allt þetta hin. Það var spurt brot hjá 4. Hins vegar reyndist enginn vera með brot sem betur fer. En það voru það var 1 spurning hjá rúmlega 40% og 2 spurningar hjá rúmlega 40% og svo 3 spurningar hjá hana.
og svo voru 2 beiðnir án þess að væri nein spurning á. Og þá voru það niðurstöðurnar. Meðaltími frá því beiðni var send þangað til fólk fór í skoðun voru 8,5 vikur. Og það voru sem sagt algengustu niðurstöðurnar og þessu er það helstu svör. Það sjáið að brjósklos og brjóskútbúinganir, það sé vandamál tengd brjóskþófa samtals eru talsvert mörg samkvæmt greiningu og þá náttúrulega liðbúlslækkanir sem fylgja því að sumu leyti, en ekki alltaf, þetta líka bara aldurstengt og svo framvegis. Og þegar við athuguðum það einkenni sem kom fram beiðni sem voru að glæra áðan og þessar niðurstöður og þá komið bara fram marktæk fylgni fram fyrir tvennt. Ef það var spurt mæliganga það eins og það kom fram á beiðni, það var sem sagt svolítil fylgni þar, 0,3 og svo ef það var spurt annarkvort brjósklos eða brjóskútbúinganir og það kom fram þessu sem sagt samtalstátt og slóðu saman brjósklos brjóskútbúingunum að þá var það líka svolítið til mjög það. En það er ekki mjög hár fylgnistuður. Og við höldum áfram með niðurstöðurnar og kíkjum sérstaklega á brjósklosin. Að þá voru heldur fleiri brjósklos til vinstri. Það voru 32 til vinstri og 20 til hægri og svo voru nokkur miðlæg. Og svo voru og það var ýmist sem að fólk var með brjósklos á einhverjum stað og svo brjóskútbúingun á öðrum stað. Það var í mörgum tilfellum og svo voru líka nokkur með brjósklos án þess að vera með brjóskútbúingun annars staðar og svo voru nokkur með brjóskútbúingun án þess að vera með brjósklos. Og þetta er kannski ekkert skrítið vegna þess að þegar eitthvað er farið að gefa sig í hryggnum og þá byrjar það sennilega með útbúingun og talið og svo verður það brjósklos. Okkur fannst þetta getur bara verið anekdótal að það séu fleiri til vinstri. Við leituðum að því í Litlingshúsum og gátum ekki fundið neina rannsóknir sem höfðu athugað hvort það væri eitthvað algengara að maður fengi brjósklos á öðrum megin heldur en hinum megin. En það er kannski eitthvað sem maður ætti að bara að skrá hjá sér hvorum megin þetta er til þess að athuga hvort það er þannig vegna þess að við erum náttúrulega ekki symmetrísk. Við erum annarkvort örvhent eða rétthent og það er spurning hvort að það hefur einhver áhrif á þetta. Við fundum eina grein þar sem það sem kom fram að vökvaþéttnin í brjóskþófum væri stundum minni vinstra megin. En það var bara ein lítil grein og þarna var engin marktækur munur svo sem þannig en þetta var bara svona svolítið curiosity, maður sleppti því. Eina einkennið sem hafði komið fram á beiðni sem reyndist vera með marktæka fylgni við það að greinast með brjósklos. Það var verkunir í fót. En þið séu að það er mjög lág fylgnistuð samt á því. Og það er auðvitað vegna þess að það var spurt brjósklos eins og hjá svo rosalega mörgum en ekki allir sem greindust með það. Þetta kemur engum á óvart. Þetta var alveg eins og hjá öllum öðrum. Við erum sem sagt eins og hitt fólkið í heiminum að það er mest aflag á neðstu 2 liðbylin og þar er sem sagt aðalega brjósklosið og brjóskútbúingarnar. Og svo var þetta með sem sagt bara að gerðum þessa mynd til að sýna þetta með að þegar við vorum búin að slá saman bæði brjósklos og brjóskútbúingun reyndast. Þegar það var spurt brjósklos og beiðni þá voru margir sem greindust með annarkvort brjósklos eða útbúingun. En það var líka talsvert það þó að það væri ekki spurt það. Það fyrir að sýna svolítið þetta. Og sem sagt fyrir brjósklosið sjálft að ef það var spurt brjósklos þá var það ekki mikið.
Og hvað gerðist svo með meðferðina? Hvaða meðferð fékk þetta fólk? Það náttúrulega kom fram að það hefur 9 farið í skurðaðgerð af þeim 61 sem greindust með brjósklos. Og þarna verðum við aðeins að stíga varlega til jarðar því við getum ekki alveg vita hvort einhverju fóru fyrir sunnan í aðgerð en það kom ekki fram í sjúkraskýrslum. Við náttúrulega höfum bara upplýsingar úr sjúkraskýrslum. En Þorvaldur taldi að þetta væri mjög sennileg tala fyrir ár. Og þetta voru þeir sem við fundum. Og það voru langflestir sem fengu lyf og þeim var oftast ávísað 2 lyf, verkjastillandi lyf og bólgueyðandi. Og það fengu flestir lyf strax, strax. Það breyttist lítið í segulómunina. Það voru 37 sem fengu tilvísun til bæklunarlæknis og svo voru 41 sem fengu tilvísun í sjúkraþjálfun og þar af 7 af þessum sem voru skornir. Og það var svona helmingurinn sem fekk tilvísun fljótlega og svo var það vel helmingur sem fekk ekki tilvísun fyrir en eftir að segulómsvari lá fyrir sem olli því að þeir sem fengu tilvísun áður en að segulómur gerð þeir fengu tilvísun innan 10 vikna en hinir fengu ekki tilvísun fyrir en eftir rúma 14 vikur. Og svo var farið að stað til þess að athuga hvað getum við fundið þetta fólk eftir 12 mánuði. Og af þessum 9 sem fór í aðgerð, það virtist 8 hafa náð bata og þarna urðum við bara að setja okkur kríteríur fyrir hvað við getum séð sem teikn bata. Og það var þetta að það væri ekki lengur verið að ávísa lyfjum, verkjalyfjum á fólki, þeir leituðu ekki lengur læknis út af sínum bakvandamálum eða þá að það hefði komið svar frá til dæmis sjúkraþjálfunum að sjúklingur væri orðið miklu betri. Og það var það bil helmingur af þeim sem ekki fór í aðgerð sem voru orðnir betri og svo fundum við ekkert 3. Og svo vildum við aftur að hefur það eitthvað upp á sig að vera að senda fólki í sjúkraþjálfun og það virtist vera þannig að allavega var mun algengara að þeir sem fengu sjúkraþjálfun að þeir væru með teikn bata en hinir, það var marktækur munur á því, en auðvitað þetta lítið úrtak. En þetta var samt mjög skýr munur á í þessum hópi. Og það eru auðvitað ýmsar takmarkanir á þessari rannsókn og eins og venjulega þegar maður með afturskiknaða rannsókn og þá fara upplýsingarnar eftir því hversu vel skráð og við erum bara háð því að sjá hvað skráð og við vitum ekki hvað ekki skráð. Svo þetta staðbundið úrtak og frekar lítið. Og svo má auðvitað deila það hvort að skilgreining okkar á batamerkjum er góð eða slæm. Og svo vitum við heldur ekki hvað voru margir sem leituðu læknis vegna bakverkja þetta ár. Það hefði verið svolítið skemmtilegt að vita sjá hversu hátt hlutfall þeirra sem leituðu læknis vegna bakverkja var sent í segulómun. Og þess vegna væri svo gaman að gera framskiknar það sem maður skráði allt frá byrjun. En kannski má líta á þessum styrkrannsóknarinnar að þetta spannaði alveg heilt ár hjá okkur á SAK og svo hefur þetta aldrei verið neitt skoðað á Íslandi síðan að segulómtækin komu. Þetta var fyrsta rannsóknin á einhverju nýtingu segulómunar við bakverkjum. Og ályktanirnar sem við drógum af þessum niðurstöðum voru það að segulómun virtist vera talsvert almennt notuð í sjúkdómsgreiningu. Og það byggjum við meðal annars á því að það var svo stór hluti beiðna sem að var greiningar óvissa og þá sendi læknir þetta. Hann með nokkur atriði í huga, hann með 2-3 spurningar. Og það var lítil fylgni milli klínískrar skoðunar og niðurstaðna segulómunar og það alveg í takt við rannsóknir erlendis.
Og svo virðist vera að notkun segulómunar tefji stundum meðferð þegar það er að bíða eftir niðurstöðu segulómun áður en til dæmis vísa til sjúkraþjálfunar. Án þess að það sé neitt grunur að það séu rauð flögg. Þess að það sé brot eða eitthvað annað sem þyrfti að athuga sérstaklega. Og það var svolítið, af því það voru ekki nema 4 einstaklingar sem voru með slíkan grunn. Svo staðfesta þessar niðurstöður náttúrulega líka það sem aðrar rannsóknir sýna að það eru mjög margir sem fá brjósklos sem að glíma við einkenni lengi. Og svo sáum við að batahorfur, það virðast aukast ef að fólk fær sjúkraþjálfun. Sem var kannski svolítið gaman fyrir okkur Gunnar að vita að við vinnum ekki allt til einskis. Eða sérstaklega Gunnar sem að vinnur með bakfólk mikið. Og svo viljum við bara þakka sérstaklega starfsfólki myndgreiningadeildar fyrir einstaklega góða samvinnu og einnig starfsfólki HAG, heilsugæslustöðvarinnar fyrir góða samvinnu líka. Og svo styrkti Vísindasjóður sjúkraþjálfara styrkti verkefnið. Og svo ætla ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina. Takk kærlega fyrir þetta. Svo allir búin að lesa greinina, þannig að ég það spurningar. En ég eitthvað spurning. Fyrir það sem búin að Þetta mjög áhugavert. Það kannski nokkuð eftir þegar maður tekur svona tölfræðir að meta áhrif og klíníska einkenna og segulóm rannsóknanna. Nú það þannig að ef þú tekur algjörlega einkennalaust fólk sem að fara í segulómun án þess að vera með neina einkenni og einhverjum öðrum ástæðum, þá ákveðið hlutfall þar sem að þú ert með diskbundingar og jafnvel brjósklos sem hefur aldrei einkenni. Þyrfti ekki eiginlega að draga þetta frá sem einhver basi sem hefur engin einkenni jafnvel í tölfræðiúrvinnslu og svo líka annað að þegar sagði vissi ekki hvort að það farið í aðgerðir annar stað, til dæmis í Reykjavík af því það kemur ekki fram í sjúkraskrá. Ef við erum að tala skurðaðgerð þá efast ég að það sé gert á Íslandi að það komið fram í sjúkraskrá og það eru samkennda sjúkraskrá, þannig að gerir ráð fyrir að hann hafi nú skoðað það ekki. Jú, sko, þetta voru upplýsingar frá Þorvaldi, hann var svo efins að við höfum náðu þessu öllu og þegar við vorum komið með allar tölurnar, sko, að þá var hann rólegri, sko, eins og ég segi. Hann taldi að þetta væri nokkuð gott. Þess að fyrir spurningin, þarna vorum við náttúrulega bara að spyrja þarna vorum við bara að fylgja fólki sem hafði leitað læknis vegna bakverkja. Og þannig að allir voru með einhver einkenni. En auðvitað það þannig að þetta vandinn. Að það ekki alveg nógu mikill samhljómur á milli myndarinnar og einkenna fólks. Og það eru margar rannsóknir erlendir sem hafði einmitt sýnt það og við komumst að sömu niðurstöðu. Og þetta líka gerir það verkum að það mjög vandasamt að segja fólki frá niðurstöðum úr svona mynd. Vegna þess að það kemur ekki ósjaldan fyrir, til dæmis þegar ég fæ fólk, eða við fáum fólk á Kristnesi sem með einhver stoðkerfiseinkenni. Maður að spyrja hvað hvað illt og allt þetta og svo það hnið og það öxlinni verst og þetta. Já, og svo ég náttúrulega alveg með ónýtt bak og maðurinn kom lappandi ganginn, skilurðu. Og þá það sko, já, af hverju segirðu það? Mér sýndist þú geta staðið við alveg og gengið og svona. Ertu svona slæmur bakkinn? Já, sko, ég fór í mynd og það bara slit allt bak og eitthvað. Þannig að það hvernig við segjum fólki frá myndgreiningu vandasamt. Að við séum ekki að búa til, sko, við séum ekki eins og Pétur kallar það læknisfræðilega sússun, kannski, það ekki Pétur? Þegar við erum að sjúkdómsvæða eitthvað sem kannski ekki ástæða til í augnablikinu hjá þessum einstaklingum. Þannig að það svolítið málið, sko. En það var mjög skemmtilegt að vinna þetta með þeim félögum Þorvaldi og Gunnari. Við verðum mjög hvorugir þetta. Af því að annars vegar var ég með, sko, af því að annar vera var mjög harður á því að þetta væri allt og mikið notað og það væri óþarfa kostnaður af þessu því þetta gæfi ekki svo mikið ef það væri ekki grunur eitthvað alvarlegt. Og svo hinn einstaklingurinn, hann var mest miðsynni við þetta skildi ekki vera notað meira þar að segja að
það væri ekki lesið meira út úr myndinni, þannig að maður fengi upplýsingar vöðvastatus í kringur hrygginn og annað, multifítus og þetta, vegna þess að það voru aldrei svör neitt annað en þetta með centralstrúktúrinn eiginlega. En það var aldrei spurt það, ég meina það var. En þetta var svolítið skemmtilegt fyrir mig sem þriðja aðila að vera með svona tvo póla sem voru með svona mismunandi áhugasvið í þessu. Af því að þetta náttúrulega myndin sem gefur rosalega mikla möguleika að fá alls konar upplýsingar, en svo þeir vita það náttúrulega best sem vinna á röntgen lesa út úr þessu að það er svo margt sem væri hægt að segja og greina að það er kannski erfitt að vera að gera annað en að fókusera á það sem er mikilvægast og það sem var spurt líka á beiðninni, það sem tengist kannski helst einkenni. Ég er ekki einhver frá röntgen sem geti kommenterað á þetta. Ég er á röntgen en ekki læknir þetta. Nei. En það var nú reyndar að tala vera að vísa í brot í greininni. Við notum tölvusegum til að beina brot þannig séð, en segulómur fara í einstaklinga. Þannig að það er jafnan ekki notað nema þá kannski sem samtala í samtala. Við höfum orðað til þetta ekki, það svo margt og röntgen sem ekki tíð í gamla dag. Ég veit ekki hvað það hjálpar ekki. Náttúrulega þegar eitt sambandið þetta að ég held að hver og einn sem að panta sem og að vinna með sjúklinga það ekki að vera að lesa mynda sjálf. Það þýðir ekki að lesa með svör, það er bara. Og það er líka í rauninni það sem að við komumst að sem ég var ekki með þarna í ályktunum, en það er það af því að sem er kannski heildar ályktunum í þessu, það er af því það er svo lítið samræmi á milli klínískra einkenna og myndar, að þá krefst þetta mikillar læknisfræðilegra leikni. Það er að segja að viðkomandi læknir þarf að geta vegið og metið og borið saman einkennin sem hann finnur og myndina. Þannig að það er klárlega það krefst samþætts mats. Fyrir áminningu fyrir sjúkraþjálfa að beina aðgang að þessu myndum? Það sem er helst ávinningurinn, það er einmitt þetta sama eins og það er fyrir læknin að geta séð svolítið það sem maður finnur og sér við skoðun og það sem myndin segir. Það er bara nákvæmlega saman. Það er fyrir sjúkraþjálfarna að hafa aðgang á myndunum og eftir skoðunum. Já, það er rétt. Möguleikin til stað, þetta er bóðsist málnu hér innan hús, ég verið að benda á það, ég þarf að opna fyrir þetta fyrir sjúkraþjálfara, þannig að það getur allir saman á því, en ég til að það hefur bara verið jákvæmt að áhrif á með það. Það er mikið að vera að skrifa fyrst á frett og transform jafnvel eftir fyrst annan tíma og svo fram. Ég myndi vilja hefur opnað og ég betur að landa það ekki bara ákveðt í það. Við náttúrulega fáum það fram á Kristnesi af því við erum innan hús og það hjálpar alveg svakalega oft. Þá hugsun út í það, er það sanngjarnt að sjúkraþjálfari við Kristnesi að aðganga myndir rannsóknum en ekki sjúkraþjálfarnir í bæ? Já, það má alveg spyrja sig að því. Ég held að fyrsti höfundur af þessari grein væri mjög sammála þér. Já, ég veit það, ég var svolítið sammála við hann þessum tíma, og ég hef sjálfur fengið brjóskloss hana. Ég þekki hann. Ég myndi hvetja á lækna sem ég vinna að taka undir það að opna þessi rannsóknir fyrir þá sem eru að menna þetta sjúklingum og það er ekki bara lækna. Og það er náttúrulega gagnast sjúklingum. Það er Guðjón, þú réttur upp hann? Ég ætla að slá niður á þessu jákvæðni. Áhrifið í leifum þess að við bara sem sá saman hlut í þessu að þurfum að spyrja okkur gera það ekki að. Og við höfum ekki svarað því ennþá vegna sem við höfum ekki gert prospektífa stúdíu. Við höfum ekki skoðað hversu mikið gata gerir að hafa myndin. Þannig að það þarf náttúrulega að gera þá rannsókn og fara verkefni fyrir einhvern skoðan. En af því að það er einmitt það sem að Ari var að segja að Bjarki fyrir að sjúkraþjálfarinn fær oft að sjá svörin en ekki myndina.
Það var frekar að banna að maður sagði sögur. Nick var hérna með. Já, hérna 2009, ég var með svartháli á þeim kannski. Nei. Hvað þróin hérna? Kannski svara okkur. Þetta 2012 af Segulón, þetta fyrsta spurning. Og hinn hvað margir af þessi sjúklingar sem ég get ekki svara og í venjuleg mynd á bakkina, sneið á bakkina og eftirsætti. Já, það veit ég ekki, því að það var held ég ekki skoðað. En Elvar, hvað eru margir sem fara núna, veistu það? Í segulómmyndum á bakkinu. Ég reyndi að sjá það út úr áskýrslunum, en þar var það bara segulómmynd, ég gæti ekki séð hvað var bara bakkið. Ég hef kannski bara ekki leitað nógu vel. Þarna voru 159. Ég er alltaf í lagi að fólk að heimilislega tanti segum á skoðan af mjóðhyggnum. Ég er alltaf í lagi svona að það er saga og annað þess að það er með þetta plan. En ekki sér. Setja ég ekki í höndum nefndina. Þess að maður sinnir bakverkum. Það er miklu meiri geistlum þar og það er geistlum sem ekki er nefnd. Það er ekki staðlega. En ég finnst bara ofta að tekja setja sem bara eitthvað gláð. En það er einmitt það sem talið kosturum við segulómun að það er ekki geislun. Það verður ekki fyrir geislun. Og mér finnst það rétt upp þess einstakling sem með bakverku búin að vera með að eiga segulómun og nefndir. En þá líka skiptir máli að maður vandi sig þegar maður að segja það frá. Já, það skiptir höfum. Vegna þess að annars verður fólki alveg rosalega eitt í myndinni. Nei, en þú verður náttúrulega að tala við það og þá verður það einstakling að tekja sjúklingu með. Stjórna bara á mjöðmyndum og það séum okkur komið það. En það sem sagt gerist reynilega stundum. Á að heilarnir hrynja, í ályktunum þá var ekki rétt að helmingur af þeim sem fór í sjúkraþjálfun var betri. En tæplega 90% af þeim sem fór í aðgerð var betri. Það kom ekki fram í ályktunum. Nei, það gleymdist að skrifa það. En það var eitthvað með, ég held að okkur hafi fundist að bara vera svo augljóst af því að 8 af 9 voru betri. Þannig að það er áhrifað mesta leiðin til þess að landa bandverki eða það? Já, sko, það voru nú ekki nema 9 sem þurftu að fara í þessa... Það er 9 sem fór í aðgerð. Við veitum ekki hvað margir þurftu að vera ekki. Sennilega þessi 9 voru ekki með bakverki að misgjörn. Þeir voru misgjörn, já. En sko, samkvæmt sko, þeim bæklunarlæknir sem er með 100 þessari grein, að þá á ekkert að vera að senda fólk í meðferð nema að sé komið með þeimun meiri sko, erfiðari einkenni eins og niður í fótinn, lömunareinkenni eða hætta á bara blöðrulömun og einhverju svona með það sem þú inn á það að það er gera líf og ég held að sjúkraþjálfari hérna frá aðra sér og smátt ekki til að nokkuð árum þar sem að þú nota þetta hérna í gangs þá held ég eftir sig alltaf þá hefur verið einhverstað þar sem að enginn í bænum hefði áhuga og fylgja að taka sig það er náttúrulega þess að segja að sjúkraþjálfarinn þjálfa sig að vinna með kjæmstu sinni í hausinn á það. Já, og þá þarf náttúrulega líka, þjálfun í að skoða og annað og ég meina það er flókið fyrir röntgenlækna sem að eru mjög þjálfaðir í þessu en þá þarf maður getur en að... Þessi 10.000 næstu 200 sem og Já, ok. Já, ég meina það er bara þannig, þetta er eins og að spila hljóðfæri, sko, eftir eins og æfiri meira, þá verður betri. Ég vil okkur spyrja, minnst vanta álit röntgenlækna sem menntað í mörg ár í þessu fagi á því að þeir sem eru að skoða myndir þá komið sína skoðan á myndir. Já, sko. Það er ekki hryggjarverki og maður spyr sig hvort að þeir eru að fá að lesa þessum myndum. Já, allavega frekar þegar þeir eru búin að læra sérnámi Já, þeir kunni ekki og sjúklingurinn er bakverk. Ég er ekki alveg saman. Nei, ég hefði verið að fá álit röntgenlækna því það Já, vantar alveg hvað það segjum. Já, en við erum ekki með neitt svoleiðis í greininu, sko, að okkur finnist að þessir eða hinnir eigi að vera með þetta, við bara segjum hvað kom út úr. Já, og það hefði verið mjög gagnlegt að hafa röntgenlækni með.
þessu. Ég held að sé undan þeim og ég víti mér niðurstöðu röntgenlæknis sem ég voru að segja sér og ég held ég sem það sem ekki að baka. Þú ert líka sér menntaður í bakmálum og vinnur í því, þetta er áhrif alla hérna. Það byrjar það líka svo miskilning og kannski að lesa mikið til myndar, það ekki allir í þessu allan dag. Nei, En ég ætla þetta sé ekki bara eins og með svo margt annað að það er góð samvinna er mjög mikið lykilatriði. Að þeir sem eru bestir í þessu og bestir í þessu að þeir sameini krafta sína í að komi sjúklingnum til góða. Það er bara rosalega sem að sjúkraþjálfari eða annar aðili hennar röntgenlæknir hefur miklu meiri upplýsingar einkenni sjúklings þetta nokkuð tíma sem kemur fram á þeim. Og ég hef sjálfur farið bæði sjúkraþjálfara, lesa hnykkjar sem hefur gefið mér ákveðnar upplýsingar sem að aldrei fram í svari og svo framvegis í meðferð á mínu vandamálum. Þannig að þessum sem ég alveg sammála nefnilega bjarga að vissu leyti á þess að draga, ég vil ekki segja að röntgenlæknar sé ekki sinni sínu starfi, en það má ekki gleyma því að það eru margir aðrir sem geta lagt helling í búk. Þeir geta kannski leyst ákveðin hluta og svo getur hinn kannski bætt aðeins ofan. En ekki þannig eins og Bjarki og þau eru að tala að röntgenlæknarnir lýsa því sem þeir sjá, en síðan túlka þeir sem eru að meðhöndla það yfir á einkenni sjúklings og leiða til meðhöndla. Þannig að þeir eru að, eins og Bjarki segir, það er þeir sem eru að meðhöndla þetta sem eru að meta það sem að sést á myndunum í tengslu við klíningina og meðferð. Það tekur þetta bara 2 skref í viðbót við bara plain mynd. Það er náttúrulega það sem þetta sýnir svo vel, að það þarf alltaf að samþætta þessa vitneskju, bæði úr myndgreiningunni og skoðunum. Saman að segja í ESCP, röntgenlæknar svara aldrei í ESCP. Við tókum þetta sjálfur, hvað við sjáum, bara röntgenlæknar. En það er þessi samþætting sem þarf alltaf að verða. Að túlka hlutina saman. Af því að ég held kannski að það var svolítið svona hæp í byrjun þegar svona, alltaf þegar eitthvað nýtt kemur, þá heldur maður að nú fáum við bara svar í. En svo kemur við til ljós að það er ekki svo einfalt. Við þurfum alltaf að meta þetta og vega saman. Það er hugsanlega sem að hjálpar sko að það er verið að meðhöndla á réttan hátt miðað við hugsanlega hvað er að. Það getur oft svona stríðstætt í meðhöndlinni og það er ákveðið brjóskos og það er þarna með. Það er svona mikið. Þannig að það hlýtur að vera þannig að ákveðinu annað á meðhöndlinni að ráðast inn að því. Þetta hafi ákveða. Þetta hjálpa. Það er sami sjúkraþjálfarana. Ég held sjálfur líka að það sé jafnvík að gera á milli sjúkraþjálfarnum tíma heldur þess að gerir í tímunum sjálf. Já, sko það skiptir mestu máli hvað gerir mest allan daginn. Já. Og þá ættum við náttúrulega að fá góðar leiðbeiningar hjá sjúkraþjálfaranum sem getur. Takk fyrir.